Komið öll sem vil sæl og blessuð. Þessi lestur fyrir hvern þann sem finnur eitthvað í honum hljóma fyrir sér. Og meira en að segja að láta þetta fitta í myndavélina en tókst það svona nokkurn veginn. Þessi spil eru í daglegu tali kölluð Lenormand og þessi lögn er oftast kölluð Grand Tableau eða bara stóra myndin. Það flæða hérna inn allskyns myndir og skilaboð og ég ætla bara að byrja og tala bara allt sem kemur til mín. Og við byrjum samt ekki á neinu fyrir en að reykelsi er komið. Það fyrsta sem ég sé er einhvers konar örlög sem eru að spilast út ef til vill á betri hátt heldur en einhver hefði vænst. Það er hérna góð orka, jákvæð, falleg upplífgandi orka sem að kemur inn með þessum örlögum og trompar eiginlega alla neikvæðni sem annars gæti verið í gangi. Ég sé hérna konu sem að snýr baki við einhvers konar ringulreið eða óvissu sem að hún hefur verið að glíma við og skilur það bara frá sér og gengur inn í svona opnari, skýrari framtíð heldur en áður. Hér er ást eða ástartilfinningar sem tengjast útlöndum sem koma hérna inn sem einhvers konar fréttir. Það getur verið einhver sé að bíða eftir fréttum og þetta er eitthvað sem að ef til vill á eftir að koma á óvart líka. Svo er hérna bættur fjárhagur fyrir marga. Fjárhagur sem að hefur staðið á brauðfótum hingað til er núna að taka við sér og er að koma sterkari inn en áður. Það eru hérna áhyggjur af heilsu og hér er líka dauðsfall vegna heilsubrests. Dauðsfall sem gæti tengst útlöndum er líka hérna í spilunum og ef til vill einhver sem tengist til útlanda sem að er samt sem áður kemur oft í heimsóknir því að ég sé svona fram og tilbaka. Það er sem sagt utanlandsferðir fram og tilbaka í sama land aftur og aftur og þetta dauðsfall sem ég talaði getur verið eitthvað tengt þessum einstaklingi sem að ferðast svona mikið
Og síðan sé ég líka hérna flutninga og það eru líka flutningar erlendis frá. Ég tel bara upp svona allt sem að kemur hérna í fangi á mér. Hér sé ég líka aðila sem hefur verið svikinn í viðskiptum og hann hefur ákveðið að sæla og fara að vinna einn síns liðs, fara að vinna sjálfstætt kannski sem hluta af því að hann er búinn að fá nóg af að láta fara á bak við sig eða að láta svíkja sig. Hann vill bara standa sjálfur fyrir sínu, falla og standa með sjálfum sér. Þessi svik eru eða munu núna alveg á næstunni koma upp á yfirborðið og munu verða til þess að það slitna tengsl, viðskiptatengsl. Ég sé líka hérna svik í ástum og það eru 3 aðilar í þessu sambandi þar sem áður voru 2. Hér er líka maður sem er að skilja við sig erfitt samband. Hann getur verið að koma beint úr hjónaskilnaði eða einhvers konar slitum. Sambandið hefur verið þreytandi, það hefur tekið á, samskiptin hafa verið mjög erfið og hann hefur ákveðið að stíga út úr því. Það geti einhvers konar óheiðarleiki hafa verið þar líka. Þessi maður horfir til framtíðar og hann er að bíða eftir skilaboðum. Gæti líka verið að hann sé að fara að færa þessi skilaboð sjálfur. Einhverju manneskju sem að honum þykir vænt um. Þetta er svona eins og smá ástarsaga hérna hjá okkur. Því að þessi skilaboð er eitthvað sem að eru búin að vera undir yfirborðinu, það er að segja einhvers konar leyndarmál, eitthvað sem að hann hefur ekki talað um áður, en núna hefur hann ákveðið að tíminn er réttur til að koma hreint fram, gera hreint fyrir sínum dyrum, vera heiðarlegur og segja hlutina beint út. Manneskjan sem fær skilaboðin, þetta er manneskja sem að viðkomandi maður ber afskaplega mikla virðingu fyrir, lítur upp til jafnvel og hefur svona mikla aðdáun á, skulum við segja. Þessi manneskja er sjálf heiðarleg og þroskuð sál sem á ekkert annað skilið en að það sé komið heiðarlega fram við hana og ég held að þessi maður sé, ef hann hefur ekki áttað sig á því áður þá er hann að átta sig á því núna. Því að eitthvað hefur misfarist á milli þessara 2 manneskja í fortíðinni. Eftir að stíga út úr þessu erfiða sambandi þá er hann svolítið þar sem að hann vill vera í dag og ýmislegt sem er að ganga upp í hans lífi sem að ekki hefur gengið upp áður vegna þess að hann hefur verið hann hefur verið
bundin af svona neikvæðum öflum eða tekið þátt í svolítið neikvæðri mynd sem hefur haldið aftur á honum. En þar orðin breyting á, hann að upplifa frelsi, hann að upplifa það að óskir hans hafi ræst og hann kemur fram með ákaflega mikilli auðmýkt og sátt og ætlar sér að láta hlutina ganga betur í þetta sinn. Þessi maður heiðarlegur og tryggur og hefur oft þurft að taka stórar ákvarðanir í lífi sínu. Hann hefur stundum staðið frammi fyrir svona krossgötum sem hafa verið afskaplega erfiðar og hann nagar sjálfan sig í handarbökin fyrir að hafa ekki alltaf tekið réttar ákvarðanir. Það að segja ákvarðanir sem að honum í dag finnast vera réttar. Það líka eitthvað varðandi húsnæði, varðandi þennan mann. Annaðhvort hann að huga að því að kaupa húsnæði eða leigja eða hann stefnir að einhverjum ákveðnum árangri varðandi þau mál. Ég sé hérna sterka móðurtengingu, ef til vill á hann móður á lífi, þessi maður, sem að hefur haft sterk áhrif á hann og hans líf og hún verður partur af hans lífi í svolítinn tíma í viðbót, en ég sé að það styttist í það að hún yfirgefi þessa jarðvist. Það eru líka hugsanir hérna æskuheimili, æskuna sem koma inn með þessum húsnæðis vangaveltum og þessari móður. Ok, við látum þetta duga í bili þennan mann. Hér sé ég samband, tengingu sem hefur rofnað og það sem að áður var afskaplega tryggt og svona stabílt, það hefur molnað svolítið niður, mikið til vegna þess að samskiptin hafa ekki verið nógu góð. Það er mikil óvissa sem tengist þessu og einhver heilsubrestur getur hafa verið inn í þessu sambandi líka sem að hefur valdið því að smám saman hefur brotnað undan stöðugleikanum í sambandinu og mér sýnist líka hafa komist upp óheiðarleika sem gæti þá verið að einhver hafi stigið út fyrir sambandið með einhverjum öðrum aðila. Ég sé að þetta hefur verið gifting fyrir suma, en fyrir aðra hefur þetta verið frekar stutt samband en stabílt samt sem áður. En nú er komið að endalokum. Eins og í flestum svona tilvikum þá er hér sársauki og erfið samskipti, en að mestu leyti er þeim parti lokið. Báðir aðilar eru sjálfstæðir og
við skulum segja verða fljótir að jafna sig á þessum sambandsslitum. Svo hérna manneskja sem að hljóta mikið hrós og viðurkenningu fyrir vinnuna sína eða það sem að hún að setja fram. Þetta tilfinningarík manneskja sem vill ekki trana sig mikið fram, en það verið að leggja áherslu hérna á mikla fagmennsku og að hún hafi ekki alltaf fengið þá viðurkenningu sem hún hefur átt skilið, en þar að fara að verða breyting á. Svo sé ég hérna mann sem hefur orðið fyrir illum tungum, slúðri og slæmu umtali. Hann hefur þykkan skráp og þetta hefur ekki haft mikil áhrif á hann, en þetta kemur úr átt sem að hann átti ekki von á og það einhver sem stendur honum nærri sem að hefur komið þessum gróusögum af stað. Svo hérna kona sem að búin að uppgötva mikilvæga leið sem að opnast fyrir henni. Það leið að öryggi sem hún hefur þráð lengi. Það gæti verið í formi flutninga eða breytinga á heimilishögum og það tengist inn á heilsun hennar líka. Hún hefur ef til vill ekki treyst sér hingað til að búa við ákveðin skilyrði, en nú breyting þar á og það eitthvað sem að leysast, eitthvað sem að opnast fyrir hana, einhver leið sem að hún hefur ef til vill ekki leitt hugan að áður. Svo sé ég hérna konu sem að ganga inn í eða nýbúin að ganga inn í nýtt tímabil í sínu lífi. Hún hefur lengi glímt við heilsubrest, en eitthvað heilsan að taka jákvæðan kipp næstu daga, næstu vikur, og hún að fara að komast á þann stað þar sem hún getur farið að njóta lífsins betur en áður. Og svona hennar óskir og draumar að gera vart við sig og að fara að sýna sig. Það fylgja þessari konu svolítil heilabrot og svona vangaveltur. Hún djúpt hugsi. Ef til vill þetta bara djúpt hugsandi manneskja og hún að finna svör við ýmsu sem að hefur plagað hana að undanfarna mánuði og jafnvel lengur. Nú að koma svör við þeim hlutum inn í hennar líf og það verður einhvers konar opinberun hjá henni.
Ok. Skoðum hérna fleiri þætti. Það er manneskja að koma hér inn, erlendis frá. Tengingin við útlönd í þessari lögn virðist vera dálítið sterk, kemur hérna upp á mörgum stöðum. Þetta er manneskja sem hefur sagt skilið við, bara sitt gamla líf og er ákveðin í að flytjast búferlum. Væntanlega þá hingað til Íslands eða allavega til þess lands sem að hún lítur á sem heimili sitt. Þessi manneskja sem getur verið hvort heldur karlmaður eða kona, þó ég hallist frekar að því að þetta sé karlmaður. Þessi manneskja hefur glímt við einangrun þar sem hún hefur verið. Líklega hefur hún búið við sjó og tengist eitthvað sjávarsíðunni, skipum, bryggjum, býr ef til vill nálægt þannig stað, hefur verið einangruð. Það á kannski ekki endilega við atvinnuna, en heima við hefur hún verið einangruð og það er eins og hún hafi ekki, það er eins og hún sé ekki með stuðningsnet í kringum sig þar sem hún er stödd. Og já, síðastliðin ár hefur komið aftur og aftur upp í hugann þetta með að gera breytingar og flytjast búferlum. Og mér sýnist eins og manneskjan sé búin að taka ákvörðun núna og hún finnur í hjarta sínu að þetta er rétt ákvörðun þegar hún hugsar þetta. Þetta er manneskja sem er svona, skulum segja, á þroskuðum aldri. Þetta er ekki unglingur eða ungmenni og það er tilhlökkun í loftinu. Þó að þessar flutningahugsanir verði ef til vill ekki að veruleika endilega núna í sumar, þá er það samt sem áður fljótlega og innan þessa árs gæti ég trúað. Svo sé ég hérna líka einhvern sem á það til að hlaupa frá tilfinningum sínum. Einhvern sem á ákaflega erfitt með að skuldbinda sig varðandi gagnvart annarri manneskju. Ég fæ ekkert til mín varðandi hvað veldur, heldur virðist þetta vera einhvers konar mynstur, gamalt mynstur sem að viðkomandi er búinn að koma sér upp og hann heldur alltaf ákveðinni fjarlægð á milli sín og annara til að tryggja það að hann þurfi ekki að upplifa aftur einhvern erfiðan sársauka sem hann geymir í fortíðinni. Svo sé ég hérna sjálfstæðan atvinnurekanda sem þarf eitthvað að skoða fjármálin sín því það virðist vera
alveg sama hversu mikið hann vinnur og hversu miklu peningar koma inn. Það er eins og sé gat á skjóðunni og þeir fara jafnóðum út aftur. Það er eitthvað sem þarf að breyta og einhverjir gamlir ferlar, verkferlar eða einhver gömul vinnubrögð sem þarf að breyta með þetta í huga. Annaðhvort að taka út eða að eitthvað nýtt, betra sé sett inn í staðinn sem hefur minni kostnaði í för með sér. Mikið af tilfinningum hérna í þessu spilum. Hér fæ ég líka skilaboð einhvers konar auglýsingu eða eitthvað sem að verður opinberað. Það gæti verið sem er tilfinningatengt, það gæti verið gifting eða trúlofun eða bara að einhverjir aðilar sé að opinbera sambandi sitt fyrir öðrum. Og það er eitthvað sem hefur verið leynt hingað til, kannski ekki endilega að aðilarnir hafi leynt því, heldur eru ekki margir sem að vita þetta samband fyrir en að þessi tilkynning kemur. Svo er hérna manneskja sem að mér heyrist vera kona sem er að tala að ganga á vit örlaga sinna og það sem hún orðar á þennan hátt er það að taka því sem að höndum ber. Þetta er ákveðið æðruleysi sem að þessi kona hefur tileinkað sér og hún er tilbúin að taka því sem að höndum ber og leggja frá sér allar væntingar og vonir, tilbúin að vera opin og það er eins og að fengi nýja einhvers konar innsýn í lífi sitt og það er mikil áhersla á þetta að vera opin fyrir því sem kemur. Þetta er fyrir einhvern. Hér eru skilaboð varðandi heilsu. Einhver sem á þessi skilaboð mjög margt sem að hægt væri að laga með því að taka út ákveðna þætti í mataræði. Þetta er fyrir einhvern sérstakann vegna þess að það virðist vera mikið mataróþol hér að ræða. Já, eitt og annað sem að þyrfti að taka út og þá mun verða mikil breyting. Annars sé ég hérna mjög djúpar tilfinningar. Samband sem að er að fara að myndast, þar sem að verður mikil hamingja, mikil gleði, áhyggjuleysi.
Þetta samband er tilkomið vegna afskipta almættisins, má segja. Almætti hefur ákveðið að stíga hér inn og tengja þessa einstaklingar saman. Það eru djúpar tilfinningar hérna á báða bóga, en hefur lengi verið fyrirstaða á milli. Þannig að viðkomandi þeim hefur ekki tekist einhvern veginn að festa sambandið, skulum við segja. Okay. Ég sé hérna fleiri skilaboð, en ég ætla að láta þetta duga í bili. Ég er alltaf að reyna að láta þessi myndbönd ekki verða of löng. Ég ætla bara að þakka þeim sem hlustuðu og horfðu. Ljós og kærleikur.